rosa spennandi að fá að vinna hjá fyrirtæki sem að setur það áherslu á að vera í broddi fylkingar þegar kemur að vinnustæðakúltúr og menningu og sérstaklega þegar kemur að eitthvað svona samvinnu og setja mannlega þáttinn inn í allt. Það sem mér finnst gera Kólibrí að Kólibrí, það er fólkið og kúltúrinn og bara að vinna með skemmtilegu og mjög svo hæfileikaríku fólki. Það sem kannski einkennir Kólibrí og það hvernig við vinnum er að við mætum í vinnuna eins og við erum, öll og við tölum tilfinningar okkar og hvernig okkur líður og við berum virðingu hvort til öðru og við viljum hjálpa okkar viðskiptunum að gera það sama. Kólibrí leyfir mér að þroskast í starfi með því að leyfa mér að taka sjálfstæðar ákvarðanir. Þú veist, öll samtöl mín við fyrirtæki áður en ég kom inn voru rosa svona hvetjandi, spennandi. Það var augljóst ég myndi fá traust til þess að pröfa nýja hluti og koma mína eigin þekkingu frá degi eitt. Það sem ég finnst best við að vinna hjá Kólibrí er hve við stöndum saman, hvað er mikið traust og við erum alltaf til staðar fyrir hvort annað. Já, Kólibrí er hugbúnaðarfyrirtæki og við sem stofnuðum fyrirtæki, við áttum það sameiginlegt að hafa öll upplifað kannski aðstæður í fyrir störfum þar sem að fólk var ekki að vinna á fullri getu sökum svolítið aðstæðna, verkefni voru ekki að fara í loftið, mikil frústrasjón, ekki endilega borin virðing fyrir fólki alltaf. Við vorum búin að finna svona nokkur tól og tæki og aðferðir sem að við sáum sem ákveðna lausn við þessum vandamálum og það sem að sameinaði okkur í að koma hingað var að hjálpa öðrum fyrirtækjum að leysa vandamálin líka. Já, til þess að Kólibrí náði þessu lengst og gæti bara sprungið út, þá ákváðum við fyrir svona 5 ára síðan, þegar við vorum bara tiltölulega lítil ennþá, að hefðbundin stjórnun og svona valdboð ofanfrá væri ekki málið fyrir okkar hugsunargang. Og við vissum ekki endilega hvað það væri, við vissum bara að það væri til einhverjar meira valdeflandi leiðir sem svona rímaði við okkar filosófíu, svo má segja. Og fyrir valinu var fyrirbrigði nokkuð sem er kallað holacracy á ensku, þar sem vald er dreift allt fyrirtækið á þann hátt að einstaklingarnir og teymin geta verið miklu meira sjálfstýrandi. En þó á sama tíma þannig að erum við samstillt bara tilgang og stefnu heildarinnar. Með holacracy er stjórnkerfi Kólibrí í stöðugri þróun og allir Kólibríkar taka þátt í þessari þróun. Og þetta er töluvert ólíkt því sem gerist í öðrum fyrirtækjum þar sem að svona oft á annarkvart ár þá á sér stað mikil breyting á skipuritinu og það er allt saman hannað af stjórnendum og fólk fær þetta bara svolítið svona eftir á. Við höfum opin uppbyggilegt samskipti, við hlustum meira en við tölum og það er svolítið skemmtilegt í því samhengi að þá er hjá fagfólki oft mjög rík þörf að vilja segja fólki frá hvað það veit og gefa góð ráð, kannski þekki það. Þannig að þetta er oft mjög sterkt og gott að hafa í huga að hlusta meira um að tala. Og þannig heyra líka raunverulega hvað fólk er að segja. Nú, og svo er annað sem ég langar að nefna úr vinnusamningum sem er afspurning skemmtilegt, sem er að gera ráð fyrir því besta í fólki. Og það finnst okkur líka mjög sterkt, bæði inn á við og út á við, þó svo að við setjum upp þennan vinnusamning gagnvart okkur og okkar á milli. Við getum ekki krafist þess af kúnnunum okkar að þeir gangist undir þennan vinnusamning. En þetta hjálpar okkur að stíga inn í samskipti með traust að leiðarljósi en ekki vantraust. Við erum með svokallað check-in á föstudögum. Þá eftir hádegið, þá komum við öll saman og tjekkum inn eins og við segjum og þá erum við bara að segja frá því hvernig okkur líður. Og komum þá inn á tilfinningar okkar og þá segjum sem hvað er þetta eitthvað bara músi og alls konar svoleiðis sem hafa notað ýmislegt svona orðalag á þetta. En það vill svo til að aftur kemur þetta inn á uppbyggingu trausts og þið geta bara potað í Google og lens Jóni og einhverja svona aðila og spurt hvað það sé eitthvað vit í þessu því að það sem að aftur er uppbygging á trausti og góðri samvinnu er að ná þessum djúpu tengslum og tilfinningar eru bara stór hluti af því
og ef að þær eru virtar af vettugi þá ertu ekki að komast eins langt. Nú síðan erum við með úrvalstíma og það er svona fyrirbæri sem að margir þekkja undir nafninu Google Time og þá getur starfsfólk verið að vinna sínum hugðarefnum og í rauninni óbundið að því að tengja það beint ákveðnum verkum sem það er að vinna. En fær þá alveg frelsi svolítið til þess að láta vaða á nýja tækni eða nýjar hugmyndir sem það er með og gefur að okkar mati og rannsóknir hafa líka sýnt að með eitthvað nýtt inn til okkar tilbaka. Fólki er treyst hjá Kolibrí til að gera tilraunir, fá endurgjöf, gera mistök, læra af þeim, taka áhættur. Á þess að hafa slíkan grunn, eins og Kolibrí veitir, þá væri mjög erfitt að drífa fram þær breytingar sem þarf til þess að gera vörurnar og vinnun okkar framúrskarandi. Við höfum á starfstíma Kolibrí verið svo heppin að fá að vinna mörgum mjög áhugaverðum og fjölbreyttum verkefnum með mörgum af stærstu fyrirtækjum landsins. Það sem við höfum gert hérna er það að við höfum þróað með okkur ýmiss konar vinnulag og aðferðir og okkur hefur tekist að nota það sem hefur orðið til í tilraunastarfsemi á Kolibrí í þessum viðskiptasamböndum og til hagsbóta fyrir viðskiptavin okkar. Þarna má til dæmis nefna aðferðir til þess að hraða á vöruþróun og aðferðir sem við notum í okkar kúltúr og okkar svona stjórnun sem að fyrirtæki geta tileinka sér til þess að vera svona fljótari að bregðast við. Og nú á dögum er það bara orðið lykilatriði fyrir fyrirtæki að geta brugðist hratt við. Það er miklu umrótatíma framundan og við teljum okkur hafa mjög margt fram að færa til fyrirtækja sem getur hjálpað þeim að komast í gegnum áskoranir sem býða þeirra. Einhver skildi kannski hugsa það hlýtur að ríkja þarna bara algjör glundroði og ef allir geta tekið hvaða ákvörðun sem er þá er bara peningunum eitt í einhverja vitleysu. Það er alls ekki þannig. Okkar upplifun er hins vegar svo að ef þú treystir fólki og felur því ábyrgð þá stendur það undir því. Okkar rekstur hefur gengið mjög vel. Við erum að skila afkomu sem er jafn góð eða betri heldur en ýmis fyrirtæki sem við berum okkur saman við. Eftir að við tókum upp Polakkars þá hefur okkur tekist að skipuleggja okkur betur og svona skýra hvernig ábyrgðirnar liggja en á sama tíma þá erum við að halda bara kúltúrnum sem snýst svo mikið sjálfstjórnun, heild og tilgang.